Heyrið þetta frumsamda stef sem að Hjörvar Hafliðason hendi á sínum tíma á vitið FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan 50 daginn og þetta lagið sem Hjörvar vill hafa undir þegar hann mætir hér í þáttinn. Hvað ertu gamall þegar þú segir mér þetta, Hjörvar? Ég nú reyndar nokkuð gamall þegar ég sem þetta því að hugmyndina fá ég og Maggi Magg mixer hérna niður í Tónöll og mér vantaði svona mitt eigið þím og þetta útkomað. Hrikalega flott. Já, takk fyrir það. Ég nú svona ánægður með þetta. Ég Hefur að nota þetta á einhverjum fleiri stöðum heldur en ég það? Ef ég að koma stað fram þá Þú mætir sem veislustjóri, labbar þá svona inn í salinn? Þá labba ég svona inn í ræðu eða eitthvað. Eitt smá flott. Eða til þess bara ef ég að fara inn í búð og þekki gæðin sem að stjórna tónlistarkerfinu. Þá reyni ég að hafa þetta lag undir með ég að versla. Sniðugt. Þetta í svona hálfgerðan trans. Ég líka heyri svona að það sjálfstraust í þessu. Já, það nefnilega greiðilegt sjálfstraust í þessu og það var einmitt það sem hún að leita að. Það svona létt líka vélmenna fílingur í þessu. Ég tala ekki við neitt oft þegar ég heyri þetta lag. Seta hún bara sólgleru. Vilt vera einn bara? Vil bara vera einn. En ég þú sáttu við þetta? Mjög svo, mjög flott. Takk. Klukkan orðin 4 og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan 50 daginn. Hefur þú labbað upp á Esjuna? Hef ég labbað upp á Esjuna? Já, það hef ég gert einu sinni. Í alvörunni? Upp að Klett. Ég hélt að loksins væri ég með eitthvað sem að þú væri ekki með. Þannig að þú sem varst að labba upp á Esju? Ég labbaði upp á Esjuna á þriðjudaginn og þetta það erfiða sem ég gert á ævinni. Fannst þér? 3000 feet boy. Já, mér satt ekki það erfitt. Sko, ég var að gera þetta í snjó og drullu, sko. Það var svona, þú veist, Varst ekki bara núna í vikunni? Jú. Þú veist, það ennþá snjór þetta núna, sko. Og svona, búið að vera ísing. Þannig að ég þurfti ofta að glípa, fara og setja á mig, broddana. Já, varstu með broddana með þér? Þannig að, þetta var rosaðið maður, en ég átta mig á því þarna að það ekki hvaða ræðil sem getur labbað Esjuna, sko. Heldur þú eftir að fara aftur? Ég hef aldrei eftir að fara aftur. Nei. Ég get alveg lofa þér því. Það sumir sem fara þarna bara oft og elska þetta, sko. Ég veit það, en sko, mistökin eru sem þau að fólk farið að halda að þetta sé sko líkamsræktarsalur. Það farið Esjuna, bara förum með Esjuna, gera það, bara döldi gaman, miðan vetur. Og svona, ef við kveðum einhvern tíma við alvarlegan tón hérna í FM 95 Blöð, það hafa orðið hræðilega slys á Esjunni. Esjan alveg fjall, sko. Þetta ekki eins og bara Öskjuhlíðin eða eitthvað. Nei, ég áttaði mig nú því það labbaði mig upp. Ég að segja það. Þannig að það var alveg hrikalega slys í Esjunni. Leiðilegt. Já, mjög leiðilegt. Þannig að fólk sko ekki vera að nota þetta sem sko líkamsræktar aðstöðu. Nei. Ég bara taka eitthvað smá kardió í febrúar og alltaf upp Esjuna, sko. Breytist veðrið svona, sko. Ég hugsa allan tíman, ég man þegar ég fór hérna með fyrirhandi kærustu minni, þá var ég að hugsa allan tíman á leiðinu upp. Er þetta ekki orðið búið? Ég bara eitthvað þannig, ég á mjög erfitt með að hreyfa mig ef það ekki bolti með. Ég get ekki fara á hlaupabretti, ég get ekki fara á svona stigavél, ég verða að vera eitthvað svona. Ég get fara á hitt, sko, ef það góð tónlistundir, sko. En þetta eitthvað sem að, ég allan að sé allan að okkur ekki gera einhvern tíma saman. Nei, ekki við tveir félagarnir eitthvað. Nei. Já, og svo náttúrulega, hvernig ertu búin að hvernig fóru þessu kosningar í þig? Fóruðu vel í þig? Það fór ágætli mig. Já. Svo eitthvað núna, ekki eitthvað að gerast í þessu okkur núna? Ég ekki alveg að fylgjast með. Nei, hann vist eitthvað að tegja þetta vinnur okkar. Hver? Sigmund David? Siggi, já. Hann ekkert að stressa sig á þessu allavega. Nei, það við það voru gaman að sjá hvað gerist í þessu. Reyndar mér svona, ég ætla ekki að segja að mér sé alveg sama, en mér svona nokkuð sama. Nei, ég ekki að stressa með þessu. Ég er mórað á þannig. En við erum hins vegar með frábæna þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum í dósasöfnun FM 95 Blöð, eða það Hjörvar Hafliðason sem stjórnar því. Komum betur inn á það hér á eftir. Sturlaðar staðreyndir á sínum stað, flottilega keppnin. Við ætlum að lesa upp 7 hluti sem við þolum ekki. Ég enda bara komið 5. Já, ég er svona að reyna því að við erum báður umbyrjunlendir. Já, þetta tengist virkilega skemmtilegri grein. Já, við þólum samt ekki ákveðna hluti. Nei, ég var ánægður með Berg Ebba hann inn á Vísi. Já, þetta var fyrir þá sem hafa ekki lesið, þá var það á vísi.is grein eftir Berg Ebba sem hann fjallar umbyrjunlendi og það alveg afskaplega skemmtilega grein og það ekki oft sem maður nennir að lesa svona greinar. Nei. Það ekki stórar myndir í þeim. Þessu var mjög skemmt, en það skemmtilegu náðungi. Þannig að það hellingur að vera hér hjá okkur í dag. Þú ert brattur eða ekki, Hjörvar? Jú, ég var að spáða hvort við getum gert þetta kannski meira í að kristinlegum þætti á 50. Nú, hvernig þá? Bara kristinlegum þáttur. Já. Og að byrja þetta á að biðja. Að biðja? Já. Ok. Góði Guð. Ég ætla að biðja að blessa þessu útastöð. Já, og þáttinn. Blessa þáttinn, FM 95 Blöð og 365 meila.
Ég ætla að biðja að blessa alla lágvöruverslanir, Æsland, Krónun og Bónus. Ég ætla að biðja að blessa stjórnandaþáttarins, Auðun Blöndal. Nú þegar að fyrir að koma sumar og sólin að hækka á lofti og skallinn hans getur ekki varið sólinni. Þegar biðja að hlífa honum við heitustu geislunum. Ég ætla að biðja að blessa... Just give me a reason, eða gefðu mér ástæðu. Já. Pinkarinn. Gefðu mér einhverja góða ástæðu, Hjörvar. Já, fyrir hverju? Ég veit það ekki. Fórstu á Pink hérna á sín tíma? Já, ég með þess að fór á Pink í Austuríki. Við Pétur Jóhann fórum að hittum hana fyrir 70 mínútur. Á Pink í Austuríki? Já, mjög gaman, fengum viðtal við hana. Ég er að fara til Austuríkis, gera hvað? Ég er að fara á Pink tónleika. Já, til að taka viðtal við hana. Já, mjög gaman. Það er samt eitthvað súrt eitthvað? Fekk kossi á henni mér. Fekk enginn eitthvað meirinn koss á henni en þegar hún kom ekki til næst? Ekki hugmynd, hún spyrir ranga mann þar. Okay. Þó að ég sé með slúðrið á hreinu. Já, þú ert nefnilega með slúðrið á hreinu, þess vegna fannst mér svona... Já, ég er minna í íslenska slúðrinu sem að það fer reyndar rosalega taugaður og agli, hann vill ég fara meira í íslensk slúður. Ég er með íslensk slúður. Ertu með? Sóli Hólm, hann elskar að hrekkja fólk. Nei, hann finnur til með fólki sem hann hrekkir. Já, hann Sóli. Gaman að því. Ég ætla eins og að segja ykkur slúður núna, kæru hlustendur. Og já, sko, þetta er kannski ekki slúður en ég held að sé við hæfi að óska Sir David Beckham til hamingju afmæli. Já. Hann á afmæli í dag og já, það ætti nefnilega bara að vera frí í skólum. Það er miklu meiri frídagur heldur en þessi 1. maí, sko. Þegar David Beckham afmæli. Já. What a human being. Já, þú veist eitthvað, pabbi, á hverju er hérna frí 1. maí? Ekki hugmynd. Á hverju er frí 2. maí? Af því að David Beckham afmæli. Já. Já, hann er 38 ára gamall í dag. Lítur út fyrir að vera svona 25 ára. Reyndar er The Rock, hann á líka afmæli. The Rock, hann er líka að leika ábyggilega í geðveikri mynd núna. Ertu spenntið fyrir nýja Fast and the Furious? Nei, Pain and Gain. Já, með Mark Wahlberg. Já. Það lítur hrikalega vel út. Sko, ég hef ekki farið í bíó lengi, en ég get ekki beðið eftir að fara á þá mynd. Ég er bara langt síðan ég verið spenntur fyrir að fara í bíó. Já, ég fór í bíó á þriðjudaginn. Hvað sástu? Nýju Iron Man. The New Iron Man. Já, mjög góð. Hvet fólk til að kíkja hana. Ég ætla að hafa gaman henni. Ég fíla þessa myndir. Mér finnst Avengers og þetta allt mjög skemmtilegt, sko. Ok. Og svo er ég nú með meira slúður handa ykkur. Dóttir Madonnu er vist að breytast í einhvern vandrað úling. Þetta er endar asnalegt að segja frá þessu en nýjasta uppátæki hennar er að lita hárið á sig grænt og það fór vist eitthvað í taugarnar á móður hennar. Og já, þær rífast vist eins og 100 köttur, segir... Hver er aftur? Madonna og dóttir hennar. Já, það er bara partur af katholik heimilum. Já, svona ítalsk heimili, alltaf að rífast. Það er líka sko Madonna á mjög erfitt með að vera eitthvað að rífa kjaftir að kemur að þessu. Því að hún var sjálf, hún er bara fræg fyrir þetta, var alltaf að breyta eitthvað og... Já. Svona er þessu ítölsk sambund, það er rosalega mikla tilfinningar. Madonna er ekki ítölsk. Hún er ábyggilega Ítali. Já, ég myndi alltaf að það kom allir kanar einhver staðar frá. Já. Ég myndi alltaf að Madonna væri frá Ítali. Já, hún heitir með sig eitthvað Chico eitthvað. Ekki? Jú. Er ekki að lesa leikir rétt? Já, getur verið. Og grænt er svolítið mikið liturinn í ár. Er það? Er #fashion hjá bara þetta? #fashion. Herri, ég reyndar að frumsýna mitt eigið hashtag. Nú? Ef þið eru að taka myndir af mér eða eitthvað tengdur mér þá er það #mthod. Mthod? Já. Nei, ekki maður þjóðarinnar. Jú. Anskoti Hjörvar. Hashtag. Ert þú með þetta eigið hashtag? Það er allavega ekki Mthod. Herru, en þetta er nýja liturinn í ár. Það er grænt. Já, þú ert í grænu. Já. En sko, þú ert núna að leika þú ert með grænt, blátt og bleikt. Já. Það er ekkert sem á ekki. Og brúni skór. Já. Þannig að fara niður með löpuna. Ég er að sína þér þetta. Já, þetta er bara óþægilegt. Ég er að sína þér það. Þú veist, máli í ár eru litir. Já, ég sé það. Þú ert í brúnum skóm, grænum buxum, bleikri skyrtu og blárri En er þetta #fashion að vera með opna buxnaklub? Það er svona mál. Já. Nei. Jú, það er nýtt. Er það fashion? Já. Er þetta ekki bara að glemta að renna upp? Nei. Sverða það? Já. Var það viljandi gert? Já, sérstaklega eins og í svona loftlösu herbyggja síðan að leifa súrefni, að leikum lappirnar og náran. Já. Það er rosalega sniðut. Ákvörði að why lock it in? Já. Gilur hvað við? Þú getur leitt í anda? Já, þetta er góð. Ég átt punktur eða? Jú, bara mjög góð punktur. Ég ætla ekki að skjóra pist. En allan, hún var að lita hárið á sig grænt og grænt er svolítið liturinn í ár. Já, það er gríðalega þægilegt að vera með svona fashion icon hérna í stúdíónu. Takk fyrir það. Og takk fyrir þetta. Þannig að grænt er liturinn í ár. Þið heyrið það hér. Sumar, já, ég myndi segja það. Það er eitthvað allt leifilegt. Já,
Það er eiginlega raun og veru allt leður. Þú getur verið í bara einhverju kardigan af afaðinum og svo kannski einhverju retro skyrtu við. Það skiptir engum máli? Skiptir engum máli, bara þú blandar þessu bara sjálfur. Bara því rugglar að því betra kannski, eða? Já. Já, ok, gaman að því. Svo ætla ég enda slúri hér á Beyoncé Knowles, en hún víst að breytast í netta dífu, sem kannski ekkert skrítið. Nei, við svo segja bara nettan geðsjúkling. Akkur? Varstu ekki búin að sjá þessar kröfur sem hún er með? Já, það er það sem ég ætla að fara að lesa upp hérna. Það má enginn vera með síma í kringum hana, því að það náðist vist einhverjum, ég reynda að sá þá mynda, náðist einhver mynda henni þegar hún var að skemmta þarna á Super Bowl og það var eitthvað svona slæm mynda henni sem að dreifðist vist eitthvað netið, sást ekki þessa mynd og hún var svona að gretta sig og hún er orðin, gríðalega áhyggjufull að myndum sem hún veit ekki af, þannig að það má ekki taka myndir af henni neinstar bara á tónleikunum, sem sagt það er náttúrulega ekki hægt að stoppa fólk sem er út í sal, en þá er hún að tala baksviðs og svona og þú mátt ekki vera með síma í kringum hana og það þurfa öll herbyggin að vera hvít, það þurfa að vera ný klósettseta á hverju einasta klósetti í kringum hana, hún vill rauðan klósettpappír, hún vill ekki sjá neitt annað. Rauðan klósettpappír? Já, ég veit ekki hvað það er. Það kannski getur hjálpa henni einu sinni maður. Hefur þú ekki átt litaðan klósettpappír? Nei, ég er bara, þetta er ekki níska en ég á alltaf bara svona sandpappír heima hjá mér. Já, líka því að þú ert það góð mataræði að þú ert kannski bara að nota 3 blöð þegar þú ert að skeina þér. Nei, ég segi það ekki. Af því að þú ert yfirleitt ekki með mjúkarhæðir eða? Það er eitthvað rugglaður. Ég er bara venjulegar held ég. Já, ok. Ég hef ekkert spæðið. Ég er allavega, ég kvart ekki. Og svo þurfa allir, the entire crew, bara allir í kringum hana, verða að vera í 100% bómull. Það var að tala fötin hennar. Þetta er bara geðsjúklingur. Það er ekkert annað. En ég hef reyndað að hitta á hann 5 stelpur sem eru ekki að fara á Beyoncé tónleika í sumar. Já, það eru allar að fara. Já, hún er í Köpen núna bara í mæ og maður sér ekki annað en heldur en íslenska stelpur að posta myndum af miðunum. Ætli þetta sé þægilegasti markkópur til að selja íslenska stelpur. En maður nær ég er ekki skömminni skárið. Nei, og þú nærði einhverju sem verður svolítið vinsælt, þá kaupa allir. Já, það á líka við stráka. Er það? Já, bara Íslendingar upp til hópa. Eru þægilegur kúnahópur? Alveg gríðarlega. Það er það? Já. Þetta er eins og þetta æði, til þess að fara þessu tónleika. Hann Kanye West eða eitthvað, hvað sem hann heitir, hann var með einhverja tónleikaköpina, fór allir. Það voru allir. Já. Þetta Íslendingar eru mjög þægilegir að kemur þessu. Já. Erðu, svo hérna Balotelli, það var að vera sparkunum. Já. Hann bauð hérna öllu Real Madrid-liðinu og svo við hjá kærustunni sinni. Ef við myndum að fara áfram. Hann sagði það náttúrulega bara í gríni held ég, strákurinn. Já, mér finnst það svona sem feministi þá var ég svolítið sár út í hann. Já, ekki spurning, enda erst þú grjótharður feministi Hjörvar. Þetta var slúðurpakki dagsins, við ætlum að fara hér í örstuð skilabón. Já, takk fyrir mig. Takk fyrir mig líka. Vilt þú vinna VIP-pakka á Keflavík Music Festival? Þeir sem kaupa miða á Keflavík Music Festival á næstu N1 stöð. Send okkur myndavél með miðan þinn og skráðu í leikinn á keflavíkmusicfestival.com en þar getur þú einnig keypt þér miða. Þetta verður ógleymanleg helgi. FM 957 og agent.is. Sumarleikur Pepsi Max. Leynist vinningur í þinni flösku. Pepsi Max gefur draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt yfir 10.000 öðrum aukavinningum. Kannaðu málið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Með afsláttarþrepum orkunnar er í fyrsta sinn á Íslandi veittur afsláttur á eldsneyti í samræmi við eldsneytiskaup í mánuðinum á undan. Skráðu því afsláttarþrep orkunnar, veldu þína stöð og fáðu alltaf 10 króna fastan afslátt. Orkan, afsláttur alveg vinstri hægri. Íslenski boltinn byrjar að rúlla í mæ. Hér er allt að sjóða upp úr glæsinu mann. Pepsi-deildin hefst í mæ. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Stærsta börnhelgi ársins á Hressó. Tilboð á Steiner Bomb og heimsmetsett í Steiner Express á laugardagskvöldið klukkan 1. DJ Solid spila svo fram eftir nóttu. Hressó og börn. Kvengir í þér. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Florence and the Machine.
hér með, og ásamt Calvin Harris með lagið Spektrum. Þeir eru að hlusta á FM 95 Blu, Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðason með ykkur hér, já, til 6 í dag og erum í miklu stuði. Leiðilegt með veðrið úti. Þetta er ekki hægt að snjókoma, maður. Hey, já. Let the snow fall down. Já, maður bara klæði sig eftir veðri, þannig það vist. En ég las einhvers þar að þá byrja að hlýna í næstu viku. Þannig að við þurfum bara að þóla þetta núna. Veistu hvernig spáir Auðun eða? Ég var að segja hana. Á að vera svona helgina eða? Fyrir það í töðuna þegar fólk ræður veðrið. En hérna... Af því við erum að fara að ræða hvað fyrir töðuna okkur. Það fyrir stundum í töðunum, já. Það? Á að vera svona helgina eða? Ef þú ert útvarpsmaður, þá er alltaf að segja frá því. Og það er spáð, hlýnandi veðri í næstu viku og hver veit nema við förum að detta í kannski eitthvað, smá sólalandarflip. Sólalandarflip? Ég veit ekki. Þetta var lélegt. Herðu, við erum að tala umburðarlyndi. Á umburðarlyndi, eftir skemmtilega grein sem var inn á vísi.is. Já, í raun og veru er Logi Bergmann Eiðsson forsprakki umræðunar umburðarlyndi. Frægur statur sem hann sett inn á Facebook þar sem hann gagnrýndi fólk fyrir að vera að setja út á skoðanir annarra. Já, sérstaklega hvað í kringum kostingarnar. Já, en Bergur Ebbi skrifa skemmtinan text þetta í dag og talar sjálfan sig sem umburðarlyndi mann og gerir sjálfur umburðarlyndi hátt undir höfði í skoðunum sínum til lífsins. En hann þólir hins vegar ekki framsóknarflokkinn í Eurovision, Krokkskó, Bíladag á Akureyri, Hamborgarfabrikuna, Grenjandi krakka, verðtryggingu, gula bíla, athyglisríki, sértrúarsöfniði, Bylgjuna, öryggisleita hlið á flugvöllum, vegasjópur út á landi, hundar, rapp, raunveruleikasjónvar, YouTube, FM, BFM, korputork, fólk á kommentarkerfum, lotto, póker og hvers konar innleiðing á erlendum hefðum eins og hrekkjavöku og valentínusdegi í þáu markasíkju og gróðarhekju. Og svona koma 4 eða 5 runur. Já, það er hellingur af hlutum sem farið töðunar, men hann er samt mjög umburðarlyndur. En hann er samt mjög umburðarlyndur. Þetta er mjög skemmtilegur texti frá honum. En Auðun, þegar þú ert nú svona gæinn sem ég þekki sem að læta hvað mest farið töðunar á sér. Finnst þið það? Þú ert auðpirraður. Ok, ég er samt átt erfitt með að finna 5 hluti. Já, það fara svona 5.000 hlutir í töðunar. Það er ekki auðveldar að fara í töðunar á einu manni en... Það er bara það, þú átt mjög auðveld með að þú dettur í besservisseriðin, ég get hatað þig bara með, ástríðu. Þú átt mjög létt með að fara í töðunar með. Þú og Sigmar Viljánsson, þið farið hvað léttast með það. Það er það að þú dettir í svona besservisser og þið get vita allt betur en aðri, En ég setti það samt ekki á listanum. Þú ert ekki á listanum mínum, af því að mér þykir vænt og mér finnst þú skemmtilegur. Já, en hafðum við samt þetta með á listanum. Okay. Á ég að lesa undan 5 hluti sem var hvað mest í töðunar mér, ég þól ekki þó ég sé mjög umburðarlyndur. Já, bara skiptust á. Ok. Það fer fátt meir í töðunar mér en að standa í kremju að bíða eftir að komast inn í fullan bíósal. Já. Mér finnst þá bara ég byrja að svitna og mér líður bara illa. Ég er náttúrulega með snertifælni og annað og það finnst mér hrikalega óþægilegt. Og svo ferðu bara svona með straumnum inn í bíóið, veist ekki hvað er að tala um. Já. Það fer mjög í töðunar mér. Ég þoli ekki fólk sem skilur ekki íþróttir. Já, þetta er nú. Já, ég bara, eins og fólk sem skilur ekki gildi íþrótta. Já. Ég hef engan húmor fyrir. Það eru fullt af fólki núna að hlusta sem skilur ekki íþróttir. Sem áttar sig ekki á mikilvæga íþrótta. Ef þú áttar ekki á því. Já, ok, þú vilt meina fólki sem áttar sig ekki á mikilvæga íþrótta, þá þarf ekki endilega að vilja horfa á íþróttir. Nei, sem bara svona, ég hef verið að senda börnin í þetta. Já, meinar, ok, ég miskildi. Bensínverð, ég þólið ekki. Það fer fátt meir í töðunum með því að borga bensín. Já, þannig er við náttúrulega komin í einhverjum sem að kannski stuða bara alla, held ég. Já, reyndar. En ég fór bara svona að hugsa hvað er það sem að, þú veist, færi mér betur til að, hvað er pinnandi? Er eitthvað svona eins og einhver skemmtistaður sem fyrir töðunar eða einhver knæpa sem fyrir töðunar? Nei, ég voru líf búið það. Það var einhver tíman einhver rembingshóla í lítilli svona blárri, var kulthús sem að mikið að myndböndu var tekið upp í, hétt Sirkus. Já. Hei, ef við að fara að chilla ef við að kíkja upp Sirkus. Það var mjög hip og cool. Já, það var svo brjálað rembingur hann inni, Ég get lofað að liðið sem ára að fá sér bjór þar inni, hann hlustaði ekki að FM 95 Blu. Nei, ég veit ekki, ef að kíkja Sirkus, Ég er alveg til að taka Sirkus bara. Og svo var allt vitlaust þegar það var rifið. Já, eins og þetta hafi bara verið eitthvað stórkostlegast. Eini vinu minn sem að er og bara, eins og ég held að séu allir í kringum mjög umburðarlyndi þegar það kemur að skemmtistöðu nema Egill Einarsson. Hann er mjög frekur á staði sem hann vil fara á. Hann er bara frekur yfir höfuð. Ég hef aldrei kynst ég freku gerpi eins og honum. Ég get skemmt með hvar sem er. Já, hann er líka eins og með að til dæmis eins og með að fara í Vassarinn, breyta garð ellendis. Ef það er ekki farið í garðin sem hann vil fara í, þá situr hann svona aftur í og horfir út úr rúðun allan tíman og passa sig að vera í fílu og passa sig að vera í fílu allan tíman í garðinu. Ég veit það. Og sé, nei, ég get þetta ekki.
Það er ekki að koma með okkur í tæki. Nei. Og passa sig að vera í skugga og horfa beint áfram. Þá langar mig að kýla hann. Ég þóla hann stundum ekki. Of svona öfga dýravendunarlið. Já. Fólk sem talar dýr eins og börn. Ég var að knúsa hérna litlu sætu Kókó mína sem var búin að vera svo lítið veik. Ertu að tala fólk sem að setja það inn á samskiptum? Nei, sem bara segir mig eitthvað frá samskiptum sinni við hundin sín. Svo verður hún tveggjar og ég ætla að gefa henni litlu ammælisgjöf. Hver er þetta? Ég hef hitt svona fólk. Já, ok. Sem talar hérna dýrin sín eins og lítið börn og talar svona við hérna. Það segir Kókó. Þannig þú vilt ekki að fólk tala við dýr eins og börn? Kókó, vittu smá kókós. Ok. Baktal, þú ert nú búin að þekkja mig lengi, Hjörvar, og ég á marga galla. Baktal er ekki einn af þeim. Það fer eiginlega ekkert jafn mikið til höfuðnar mér og það er að vera baktala fólk. Og enda stoppa ég oftast ef það er gert í kringum mig. Já. Þú vilt að þessi tala við fólk en ekki það? Já, bara ekki vera baktala eitthvað við mig allavega. Eins og þú veist reyndar að þú ert að fíblast með eigin núna, en þá er ég að tala þegar fólk er bara svona í alvörun að baktala eitthvað. Ég er ekki að fíblast með eigin, sko, ég var að baktala. Já, ég skal segja hana, þá er þetta ekki baktala. En hérna, það verður gríðarlega töðum. Ok, en það má alveg vita, sko, ég þóla nótt ekki, sko. Já. Heyrðu, hérna, komment að gera fara ekki í töðunum mér. En eitt sem fyrir töðunum mér, er þetta frétt? Já, það komment á kommentakerfinu. Er þetta frétt? Já, eins og Auðun Blöndal heldur á barni í huga til skýrnar. Er þetta frétt? Ég er nokkur sem sé að undir fréttum. Er þetta frétt? Ég er enda sammálaður þar. En svo ég held að þetta sé eitt af versta sem ég lendi í. En þetta er ekkert ósvipað með bíóið og þarna spilar aftur inn í snertifælni mín, sko. Já. Mér finnst ekkert verra en að vera að fara í ræktina og vera að koma úr ræktinni, sem sagt, og vera að fara í sturtu og það er tróðið þarna hjá skápónum. Fattur þú? Þannig ég er svona að tróða mig svona milli til þess að klæða mig úr öllum fötunum, kósveittur í kringum aðra sveita kallmenn, þá langar mig bara stundum að deyja. Það fyrir mjög í töðunum mér. Ég vil helst fá smá næði í svona kallaklefa. Ég þól ekki símasölumenn. Ok, ég var að vinna sem símasölumaður. Já, þú getur selt mér allt í gegnum síma. Já. Af því að ég get ekki beðið eftir að losna við þig. Já, ok. Svona, af því ég er ekki að hlusta á allt, sko. Þú veist, ég hef keypt áskriftir af hellingablöðum. Já, sem þú lest ekki? Nei. Það sem ég les aldrei. Þú hefur verið svona draumakonnið fyrir mig. Ég var enda mjög góður símasölumaður. Ég var að selja bækur með pappa. Já. Svo er það, þegar ég þarf að fara úr skóm á flugvöllunum í Tékkinu. Já. Það getur pirrað mig alveg óskaplega. En þú veist, við erum samt svona að tala svona eins og hann er að tala Eurovision og Framsóknarflokkin og einhverja tegunda skóm og er eitthvað klæðaburður eða er það einhver... Já, er ég að miskilja þetta eitthvað? Nei, eitthvað föt, nei, eitthvað föt af töðanum? Hefur ekki að lendi því að félagin hætti að, til dæmis að drekka og breytist í það? Já, ég hef lendi því. Og verði bara svona hálfpartin eins og Jesú við það? Já, það er dottinn. Já, það getur stundum verið svona af því að einhver gæi sem var einhvern veginn og hann verður síðan allt í einu öðruvísi af því að hann eins og kynnist í Jesú. Ég hræðist breytingar, þú veist það. Já, einu sem átti í félagi yfir yngri sem að frelsaðist. Já, ok. Og það var bara, þá bara eins og að verið settur eitthvað nýtt í harðadiskinni í hausnum á honum, sko. Já. Hefurðu upplegað þetta í gegnum eitthvað félagi? Nei, engin frelsast í gegnum mig. Nei, þetta var rosa, þetta var í tísku, ég ætla ekki að segja þetta var í tísku, en þau voru rosa stór hérna vegurinn, krossin. Já, það er náttúrulega ennþá allt. Og það var mjög mikið verið að fara á þetta. Omega var að byrja í sjónvarpinu af gæði sér Benny Hinn. Já. Og fólk var rosa spennt fyrir þessu öllu saman. Og sumir voru greinlega bara mjög móttækilegi fyrir þessu. Já. Og einn af þeim var félagi minn og hann frelsaði svona rosalega og hann var heilagur í nokkur ár. Já, ok. Hann var bara Jesú í svona 3-4 ár. Þú reyndar einhvern veginn bara nefnt hans ekki lengur. Og hættur því bara. En ertu með einhverja fordóma gagnvart ertu með fordóma gagnvart spíladögum á Akureyri? Nei, ég er algjör svona, þú veist, hvað það kallast, bólur. Ég elskar svona. Ég elskar að fara hamburgerfabrikuna. Fólk er mjög illa við bíladaga á Akureyri. Fólk hatar bíladaga á Akureyri. Akkur? Ég veit ekki, leikarar og listamenn, þeir hata þjóðhátíð í Eyjum. Já. Hefur ekki tekið til? Nei, samt, þeir eru allir byrjað að spila þar. Nei, ég hef ekki séð svona töðið undan þjóðhátíð í Eyjum. Yfirleitt þegar einhverju er væli yfir, þá er yfirleitt einhverju leiklistaðarsamfélaginu eða slíkt. Manstu ekki eftir því daginn? Var ekki Benedikt Erlingsson og fekk eitthvað lið með sér í það? Ok.
Ég er greinilega bara ekki Við verðum að fara að lesa blöðin saman Já, það er greinlegt, en þetta var nokkri hlutir sem að fara í töðun okkur hjálpa og ég veit ekki hvort ég miskilið eitthvað, ég sagði bara allt svona sem ég líður illa með Varstu ekki ánægð með þetta? Jó, ég var mjög ánægð með þetta, ég held kannski að ég var illa með lögfræðinga Nei, ég þekki fullt af topplöfræðinga Sálfræðinga Ásgeir Kolbens er sálfræðingur Lögreglumenn Byggi Lögga, toppmaður Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eistins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Sportlegra sumar með Intersport. Hjól, sundföt, útivistarvörur, línuskautar, hlaupaskór, hlaupabretti og allt fyrir boltaíþróttirnar. Intersport. Alvöru sport. Sumarkort Sporthúsins á tilboði í dag. 12.990 krónur og kortið gildir til 2. september. Sporthúsið, Kópavogi og Sporthúsið Reykjanesbæ. 13 léttir, 13 réttir. Það eru 220 milljónir í risapottunum í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina. 1x2, við tippum. Krappís Ingifjöröl kynnir lifandi tónlist öll kvöld. English Pub við Austurvöll. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Það er rétt litríkt á bragðið þegar að hlusta hér á Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðason FM 95 Blö. Ef að þú værir í markastild Nissa, áttu eitthvað gott handaðum? Þú veist, halt og kett, eitthvað þetta er gott eða eitthvað skemmtilegt? Kastaðu kínverja Frábært Hvernig veist það? Ertu að tala svona litla sprengju eða? Já, það er ágætt Það er bara pæling Ég bjóð til kínverja á sínum tíma þegar ég var ungur Já, ok Tókstu sko ílu og settir svo hérna kennaratíkjó tróðst í honi og þá varstu svo teipaðir það með svona teipi þá varstu með kínverja Herri, vissur að hérna Derrick er að fara að skjá ég er með Crazy Fact fyrir áður hún fyrir Crazy Fact Áður með sturlaða staðreyndir já Hérna, Derrick fyrir af skjánum vegna SS-tengsla. Varstu yfir hrifun af Derrick þáttunum? Nei, ég var ekki náttúrulega. Nei, það voru stórkostið sjónvastættir. Já. En það var að koma í ljós að gæðin sem leika aðalutverkið. Hann var skráður í SS-sveitir í nasista í seinni heimsstyrjöld. Það er ekki náttúrulega. Það var að koma í ljós núna. Já, ok. Þetta kom ekki fyrir í ljós. Hann er dáinn, þannig að hann þurfti ekki að lendi í þessu böggi. Hann er bara að hvíla sig núna. Já, hann er farinn en ég á líka 10 sturla staðreyndir viðbótandaðir, Hjörvar. Já, hvað maður. Og handa ykkur, kæru hlustendur, hér kemur fyrsta. Vísindamenn vilja meina, já ég tók þetta er kannski ekkert svona frábær sturlu staðreind, en ég veit að eru margir að læra undir próf núna. Já. Og örugglega nokkur að hlusta á þáttinn að læra undir próf og svona, en ég tók þessa með. Vísindamenn vilja meina að það sé best að læra í 30-50 mínútur í senn, taka svo 60 mínútur pásu og læra svo aftur 30-50 mínútur. 60 mínútur pásu? Já, en ekki að læra samfleytt í 3-4 tíma, samkvæmt sturluðum staðreyndum. Já, ég meina, þú veist, hvað svo, ég ætla að með pásu, hvað, í klukkutíma? Já, þá ertu kannski búin að vera að læra líka í klukkutíma, þannig að klukkutími læra, klukkutíma af. Já, ég trú á margt sem er sett í sturluðum staðreyndum, en Þú ert ekki samanlega þessu? Nei, ég litla trú á þessari taktík. Hvernig gekk Hjepsenegger í prófunu? Ekki vel. Ekki vel? Jú, eitthvað allt í lagi held ég. Já, prófa þetta næst. Já, prófa þetta næst. Svo er hér næsta. Skólar reyna ekki á gáfuð þínar, heldur minnið þitt. Sturlu staðreynd. Ok. Þú getur mjög gáðar en samt ekki góður í skóla. Jú, ég ætla að nota þetta. Já. Herru, ég reynda mjög gáðar þó ég sé með lélugur stengunar hérna sko. Já, því að skólar reyna ekki á gáður, þeir reyna á minni. Það sem er mest niðurlægandi núna er að ég get séð svona ratings hver í stend. Og við erum svona 53, ég er alltaf svona einhverstaðar ég er svona í 47. Ertu með lægstu í skólanum? Ég er ekki með hæstu allan, það svona kemur fyrir eitt og eitt verkefni. Já. En svo er annað sem að ég skal alveg kynna, ég er oft annað í bopparátinni. Við getum sett að ég sé svona, ef við förum þetta í fótboltan eftir, ég sé ekki svona Sönderland. Já, ok, það er náttúrulega, þú fær góðan þjálfara. Já. Svo hérna næsta, mörgæsir geta hoppað tæpa 2 metra upp í loftið. Ég aldrei sem örgis hoppa. Ekki heldur, en þeir geta hoppað 6 feet sem eru tæpi 2 metrar. Vá. Já.
Spakar hátt, myndu hoppa yfir þig. Já, þeir eru með þannig skrokk. Geta valla labbað. Geta ekki labbað aftur á bak. Það er önnur sturlu starrend fyrir ykkur sem mistuði því mistuði henni fyrir 3 mánuðum. Og fyrsta sem, ég að fara að skoða Penguin Jump leið og ég sé þetta Bara YouTube að þetta eftir. En þeir eru að geta hoppað tæpa 2 metra. Eða þær. Þetta eru skemmtilega dýr. Já, mörgæs eru ógeðslega finnar. Ég bara að fara að skrifa einhverja barnabóku mörgæs. Einhverja mörgæs í kringlunni eða eitthvað. Já, hún getur slegið og endir í ævintýrum í kringlunni. Og eignast vín. En fer síðan aftur á pólinn. Er mörgæsin að kaupa sér föt í kringlunni eða hvað er hún að gera í kringlunni? Já, ég sé það og kaupa sér sólgleru og iPod og svona. Já, og kann ekki neitt á þetta. Frábær hugmynd. Það er ekki sem má ég vera með þér í þessu. Já, ég kannski tvistaður inn í þetta. Takk. Svo kemur hér næsta. Að ofhugsa hlutina eru aðal orsök þunglindis. Þessu trúi ég mjög vel. Já. Það er ignorance is a bliss. Nei, hérna það er ofta alveg gott að bara vera bara pínu svona kærulus. Ég hef nú lendið því að ofhugsa hluti. Það getur gert mig bila á. Ég næði samt sem betur vera svona snappa að svona koma mér úr því, sko, áður en ég fer yfirum. Þetta kemur mann í smá panic mood. Þú heldur allir í kringu sem miklu gáfa eða svona eitthvað. Já, sko, ég hef lendið því að ég bara búin að hugsa einhvern hlut svo rosalega langt eitthvað sem ég hef gert eða lendið í eða eitthvað að ég byrjar að hugsa og tel mig vita hvað allir eru að hugsa í kringum mig og allir í kringum þá líka og þau séu bara að tala saman hlutin núna. Og svo kemur þetta og allir með skýt bara, já, ok. Hjálmar Jónsson, dómkirkjuprestur, sem er svona með betri manneskju sem ég kynst. Hann einu sinni þegar ég held að sé orðin svona 12-13 ár síðan, þá var ég leiður yfir ykkur. Þá kom hann með þá visku að sagði, ég get lofaði því að eftir 365 daga þá átti ekki eftir að muna af hverju var svona leiður í dag. Ég lifa svolítið með þessu. Já, það er góð pæling. Já, svo er það, maður sjá, að ofhugsa hlutina, svo er það hér. Þú getur fengið fullnægingu eftir að þú deyrð. Ha? Já, mér ást þetta líka að grilla. Maðurinn, getur hann, veist? Já, maðurinn getur fengið fullnægingu eftir að hann deyr. Ég veit ekki hvað græður á því svo sem. Hvernig er þetta að rannsaka þetta? Já, bara sjá það. Ég veit ekki, það er náttúrulega línuritt og eitthvað svona eða ekki. Og líka hver er að tjekka á þessu? Það eru strákar, hann fekk það. Nei, þegiðu. Jú, ég er með myndband af þessu. Sjáu það nú bara hérna, það er gumsi í buxum. Hérna, ok, allavega, þá getur hann, skulum hætta að ræða þetta. Næsta, já, þetta fannst mér ógeðslegt, því að ég hræðist þessi dýr. Blóðsugur, leeches, eru með 32 heila, 3 munni og eru með yfir 300 tennur í hverju munni. Spáði ógeði stýrið, þú myndir sjá það svona búið að stækka það. Hvað ertu, einhverju hóstakasti? Já, kallin veikur. Já. En ég mændi alltaf að vinna. Já, auðvitað, bara svo ég. En það er hérna, þeir eru með 32 heila. Ég held að það sé samt ekki að gáðu dýr. Nei, það eru 32 heilar. Hvernig starfar þetta allt? Ég veit það ekki. Hvernig fara taugabúðin fram í það? Þú horfðir á mig eins og ég ætti að svara þér. Það var að segja hrættið mig. Það eru svara hér. Í Belgíu, þetta varst mér líka að fyndi, í Belgíu í kringum 1970 var börnum gefin bjór í skólum til að halda friði í bekkjum. Þannig að það var bara, ef að krakka mætti í skólan svona í kringum 1970 í Belgíu, þá fenguðu bjór. Það var allir miklu rólegri. Manst eftir því að þú smakkaðir þinn fyrsta bjór? Já, ég man eftir því. Hvað er þetta gammal þá? Ég er 15 ára held ég. Já, sko ég smakkaði fyrsta bjórum minn 7 ára. Já, þú varst náttúrulega að byrja að drekka bara með pappaðinu þá, eða ekki? Já, við drukkum, þú varst þetta maður að fá okkur bara þarna því að þú veist, hann var með svo góð tengsl á sjóin, hann var alltaf bjór heima á mér. Nei, ástæðan fyrir ég held að bjór var alltaf vondur. Var að því að ég drakk Heineken fyrst. Heineken er svona meira fyrir þá svona lengra komnir, veist hvað við? Mér finnst Heineken enda mjög góður bjór. Hann er ógeðslega góður, þú veist, þegar maður er búin að drekka bjór í smá tíma. En hann er ekki góður sem fyrsti bjór. En mér það er alveg sama hvað bjór út að drekka 7 ára, hvað heldur þú að það verið með það? Nei, ég var bara með þetta bragð alltaf, ég vissi alveg hvernig, ég held að allir bjóra verið svona bragði. Þess vegna ætlaði ég aldrei að drekka bjór. Ég ætlaði aldrei að drekka. Nei, Miller, það var rosalega auðvelt að byrja á honum. Já, Miller og Corona eru svona þægilegir í þingunni. Þegar ég var yngri, þá voru allir að byrja að drekka Fosters. Já, það var fyrsta, mitt fyrsta fyllir, já, Fosters. Mitt líka. Er það? Ástralski? Fosters, já. Það var ég með kippu, hún endist alla verslumhelgina næstu. Og þægileg. Ég kefti hérna kassa Miller, hérna á þjóðatíð, hvað, 97, ég held að hún hafi, ég hef bara rúlað á honum. Já, það var mjög þægilegt í gamla dag. Vel í því hérna bara eftir örfó. En það er betra að byrja, ég beði þang til ég var hann, hvað, 17-18 ára? Já, ég verið eitthvað líka. Já, það er að gera að fresta þessu fyrir ykkur sem er að hlusta og hafið ekki smakkað hana viðbjóð. Svo er það hér næsta. Gusturinn sem kemur þegar að hurðir opna, já, mér finnst þetta svolítið áhugavert. Gusturinn sem kemur þegar að hurðir opnast í verslunum. Ok. Veistu á hverju hann er? Þú hefur ekki tekið eftir allt orðið að lappin í búð og kemur svona gustur á þig. Á hverju heldur það sé?
Það er opinn gluggi einhvers staðar annars staðar? Nei, það er til að halda flugum og pöttum úr búðunum. Wow, akkurat. Þetta er þá Jónis í bónustegna að setja upp svona verslanir. Hei, að vanta Gustin? Já, og þetta er gert til þess að halda pöttum og flugum úti. Þess kemur svona, Gustuður er að binna í búðir. Sturlu staðrind, ég er mjög gaman að því. Þetta er rosalegt. Svo það eru 2 eftir. Það er til Truman Syndrome, þar sem að fólk heldur að það sé í sjónvarpsþætti allan ársins hring. Þetta er fólk sem heldur að sé verið að mynda sig alltaf. Ok. Ég reyndar ímyndaði mér þá ofta ég var út í körfubolta að leika mér að væri einhver að taka þetta upp eða eitthvað svona sko. Einhver geðsjúkur leikur sem ég var í sko. Já, ég var mikið fyrir það sko, oft þegar ég var í körfu og svona og fótboltaður og gutti, þá var ég að lýsa þessu sjálfur svona eins og þölur. Hann er að skora Auðun Blöndal færi hérna boltan, það er lítið eftir. Ég var mikið í þessu líka en svo vorum við líka mikið að sko, skjóta og láta mig verja og taka myndir að því sko. Á svona flottasta punktinum sko. Já, hann upp í látinu. Svo það er síðan, mjög skemmtilegu leikur. Og hér kemur síðasta sturlaða staðurinn dagsins. Bjór, pizza og nachos dregur úr kynnkvöt. Ok. Ömurleg staðurinn. Ég ætla ekki að kalla þetta sturlaða staðurinn. Ég er ekki saman þessu. Ég þekki einn mann sem er hellaður alla daga. Hann gerir ekkit annað en að drekka bjór, borða pizza og nachos. Er hann stættur á Flórida núna? Já, hann er þetta að leiða heim á miðvikudagsmorgun. Hann er núna með nachos og bjór á Flórida. Já, og hann vantar ekkert upp á þetta í honum. Nei, vonandi er þetta kjaftaði. Þetta voru sturlaða 9-5 blöð styttist í, við förum í flottulega keppnina á samt, dósasöfnum FM 9-5 blöð, komum betur inn á það hér á eftir og svo er aldrei að vita við heyrum hérna Kitty Mag líka, vinkon okkar. Það er hellingur framundan hér hjá okkur strákunum en við ætlum að fara fyrst í örstuð skilaboð og komum svo ferskir aftur. Í dag getur þú keypt sumarkort Sporthúsins á aðeins 12.990 krónur á sporthúsið.is. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Íslenski boltinn byrjar að rúlla í maí. Hér er allt að sjóða upp úr glæsinum. Pepsi-deildin hefst í maí. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Allt á hjólum. Risa bíla, hjóla og ferðavagnasýning í Fífinu helgina. Og athugið, það er frítt inn. Öll helstu bílaumboð landsins verða á sýningunni og kynna allt það nýjasta sem þau hafa upp á að bjóða. Hoppukastalar fyrir börnin og meira til. Komdu með fjölskylduna frítt í Fífuna helgina. FM 95 blöð á FM 957. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Lost my mind and lost my goal. Í sumar á Keflavík Music Festival. Hann alveg til að henda mér á það. Já, þetta er sá tónlistamæður sem ég hlakka mest til að sjá þar. Og hann á hellingalögum hérna núna á þessari stöð allavega, FM 957 en það er komið að dagskrárliði hjá okkur Hjörvari sem er fastur á 50 dögum og heitir Flottulega keppnin. Já. Svona áður við förum í dósasöfnununa miklu. Já. Og það er nú ekki flóknar reglur hjá okkur í þessu nema við erum byrjað að vinna svolítið með þema núna Hjöpi. Já. Sviðið er ekki jafn breytt. Nei, ég mann síðasta 5. Það var eitthvað frí hjá okkur síðasta 5. En þar síðasta 5. þá rúlla ég þér upp með Herberti Guðmunds þemanu. Já. Þar sem að ég hendi í time en þú varst með svaraðu. Já. Það fór 5-1. Já, slátraði því eiginlega. Þannig að þú er harmað hefna. Og við erum með ágætis þema í dag. Við ætlum að vera með sumarþema. Það sem að veri ánu að vera komin sól og smá blíða hér á klaganum. En sumarið er aðeins að láta bíða eftir sér. Það er að láta bíða eftir sér. Ég er náttúrulega rosalega lélegt að okkur að vera kvarta. Veistu hvernig þetta er búið að vera fyrir norðan og austan? Já, það er enda algjör vetur. Við fengum vetur í 1 dag hérna. Já, ég veit það.
En við erum samt að kvarta. Við erum ekki búin að sjá snjó hérna í annan veturum, við erum samt að kvarta. Já, því við viljum sumar. Og þannig að við breytum að fresta sumarflottulega-keppninni í 1 viku og fara, þú vildi meina að fara í þunglindislag. Já, hvor bara með betra þunglindislag? Já, það svona... Og þarna ég svolítið að fara inn á heimavöllin þinn. Já, því að ég svo þunglindur. Þú svona depressed grínisti, sko. Nei. Það ekki allir grínisti? Þið ekki allir þunglindir inn við beini? Ég nefnilega ekkert svo mikill grínisti, sko. Þegar að tala grínisti, það svona Pétur Jóhann, Jóngnar og fleiri. Ég eiginlega bara svona, villisingur, fjölmiðlamaður. Já, bara villisingur. Já, villisingur. Já. Nei, ég myndi seint kalla mig þunglindisugling. Þú er comedian. En ég ágætur að finna svona þunglög kannski. En ég vissi ekki hversu þungt áttum maður að fara. Áttum maður að fara bara... Þú ert verulega þunglindur, sko. Þegar þú hlustar á þetta lag? Já. Ok. Ég fann eitt gott. Já. Og þetta lag, fyrsta sinn núna sem ég með alvöru sögu, ekkert eitthvað að búa til eitthvað kjafta þess að þú. Ok. Á ég það ekki bara að leyfa að byrja? Á ég að byrja? Ok. Mitt lag, það tengist... Þegar ég var mjög þungur á Sauðárkróki. Já, ég skal trúa því. Það var ekkert út af því að bjóða Sauðárkróki, það er ræðislega bæðir. En það kom uppleiðendamál, svona í mínu lífi, og tók á sínu tíma. Já. Þetta voru svona sambandslit, og Blöð var svolítið dramatískur. Og hlustaði hann, þetta stutt eftir hann skrifar ástabriði, þetta svona árið seinna eða eitthvað. Og þá þurfti Blöðmaðurinn góða tónlist í ástar þunglindi sínu. Og þetta lag bjargaði hann svolítið á þeim tíma. Hann hlustaði mikið á þetta heima á sér í botni og ég þarf að tvískipta lagina þegar kemur svo flottu partur seinna inn í laginu. Það er lagi, dómari? Já, það er bara í góðu lagi. Þannig ég gef mínútu og svo mínútu inn í laginu? Já. Ok, takk hérlega. Þetta lag er með Radiohead og þetta er svona mitt þunglindislag. Þetta var sem ég sett á þegar ég var, í mikilli ástafsorg. Og þetta er lag sem ég var með. Ég get með þess að sagt þér sko... Ég keyrði á Hyundai Coupe alveg brjálar, þetta er brú sem er... Þetta ætla ekki að segja frá þessi inn í útvarpinu. Jó, komdu með það. Já, en þá kom svo partur, þar sem að Blöðmaðurinn setti allt í botn. Ég er búin að finna hann inn í laginu. Þarna var hann á rauðum Hyundai Coupe að keyrða einhverjir í brú, illa þunglindur á því, ég held bara lífið sitt að vera ára búið. Og þá var þessi partur í botni í bílum. Þetta er svona mitt þunglindislag hér í flottulega-keppninni. Skemmtilegt þema í gangi. En það er komið að Hjörvari, ég má vist ekki spila mér þessu, þetta er þetta svo flott hérna. Þetta er þetta mjög flott lag. Blöði Coupe með brjálaður. Þú verður reiður og horfa beint til það, ekki að syngja með. Nei, ég var ekki að syngja með á þessum tíma. En það er komið að Hjörbanum. Erst þú með einhverja svona sögu? Nei. Þú varst ekki einhver í ástarsorg í Kópavogi? Nei, það var ekkert um það, sko. Nei. Það var allavega ekki tekið með eitthvað lag undir, sko. Nei, ég skilji. Það var ekkert, það var bara einhver leikur þá í gangi og maður svona... Settu bara einhvern fótboltaleik á það? Já, og hóra beina útsendingu og... Ég var náttúrulega hálf veikur á þessum tíma. Hvaða lag er þú með? Ég með Just a Perfect Day. Úr myndinni Trainspotting. Það er endar svona, það er fallegt þunglindslag. Já, en vel þunglindsamt. Ok, við ætlum að setja það hér á, svo er það 511-0957 og... Ég þurfa að hringja inn og segja hvort lagið á betur við þeirra í þessu þema, þunglindis þemaðinu. Hvernig er lagið að sepa? Það sé ég svolítið Hjörban fyrir mér. Þú ert heima, þau eru upp í sófa með helling að borða. Þunnur. Og hvíðinn. Og síminn hringir, en þú nennir ekki að svara. Ég horfi á hann bara hringja. Já, bara. Og fæ mér eitt trist. Og ef þú færð SMS-ið, gamla góða, minn var hress í gær, þá byrjar að svitna. Minn var hress í gær, og hækkar hún. Flottulega-keppnin, komið að lokum hér. Þetta er geggjalag. Lou Reed upp á sitt besta. Já, þetta átti kannski vel við hérna á Skírdag hérna 2012. Nó. Þá fekk ég mér einu sinni einhverjum 2 drikkjum of mikið. Já. Og þetta bara daginn eftir. Því ég geta haft þetta lag bara á allan daginn. Bara í viku eftir. Já. Þetta er drikkur komið, kæru hlustendur. 511-0957. Hvort lagið fannst eitthvað betra í flottulega-keppninni í dag, eða þunglindiskeppninni í dag? FM, góðan daginn. Halló.
FM? Tróðis upp í raskat þessi. Hæ? Ég held að Hjöppi taka þetta lag, tróðis upp í raskat þessi. Nú, Hjöppi, þannig að þú tekur Radiohead. Já. Þessi er á norðan. Allan daginn. En þú mátt samt ekki vera svona dónalegur. Nei. Og það er mikið á krokkum að hlusta, verður að vera kurteis. Alltaf kurteis. En takk kærlega fyrir að ringja og það er 1-0 fyrir blöðmanninum. Skulum fá hér næsta hlustanda. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvor var með betra þunglindislag í dag? Hjörvar. Hjörvar? Það er fyrir það, elskan. Just a perfect day. Hvaðan á landinu ertu að ringja? Húsavík. Heyrðu, þú ert að þinn bær. Já, ána bæ, sko. Ég sé mig ána bæ. Ég er að koma hann í sumar, þannig að þú heilsar kannski upp á mig. Ég kannski býður í kaffi. Endilega, hvaða lag setur þú hins vegar á þegar þú ert vel þunga á því? Ég er aldrei þunga á því, ég er frett. Já, maður eiga allir einhverja svona stund, sko. Nei, ég veit það ekki. Nei, já, ok, það er bara alltaf hressleiki þarna. Takk fyrir þetta. Takk fyrir, ok, bye. Staðan er 1-1 hér og við fáum næsta FM, góðan daginn. Það er Hjöppin. Það er Hjöppin. Hvað meistar er þetta? Þetta er bara Einar, heit ég. Einar? Ert þú þessi Einar frændi? Kannski. Já, Sveppi vinnur mikið með það. Hvað er að hraðasta sem þú hefur farið á hraðbraut í Þýskalandi? Ég held að það hafi verið 200. Já, það er sko Einar frændi er alltaf búin að fara 200 í Þýskalandi. Það er ekki neitt. Herru, þakka fyrir þetta Einar. Takk fyrir, staðan er 2, herru, þú ert komin niður. Ég kom niður. FM 95 Blöð, góðan daginn, hvort lagi fannst ég betra? Auðablöð, takk fyrir það. Harður aðdáandi. Ná, fyrirvændi. Hvað heitir þú? Ísabella. Það er skemmtilegt nafn. Rosa flott nafn, takk hérlega fyrir að ringja. Ekkert nafn. Ok, bye. Staðan er 2-2 hér og fáum næsta, það er mikil spenna. FM, góðan daginn. Nei, blessaður. Sætlinur. Nei, þetta er Auðun. Þetta er Auðun, það er Paranoid Android. Hvað sem skiljaður Auðu það? Jú. Ok, þetta var lélur, ok, herri. Takk hérlega. Ég elska þig þar. Já, herri, vó. Já, herri, það kaus mig en elska þig. Þetta var skrítið en svona gerist það snöndur. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvort fannst ég betra? Perfect day. Perfect day. Perfect day. Herri, ég heyra að það er tónlistar, bara maður með þekking og tónlist að hinna minn á línni. Já. Hvaða hljóðfæri spilar það eiginlega? Á hvaða hljóðfæri spilar það? Já, söngvar eins og ég. Söngvar, já. Hvað setur þú á í þunglindi? Ég spila Sign. Veit þið hvað það er? Hvað segir þú, spilar þau? Sign, já. Íslenska. Þungar okkur bara? Já, gott. Ég set líka stundum á Don't Cry með Guns N' Roses. Ég var að spá að henda því á núna en ég seti þetta frekar. Já, það verður gott. Takk hérlega. Ég set líka stundum á Don't Speak með No Doubt. Já, það er þetta mjög gott. FM, góðan daginn. Halló. Góðan dag. Það er fullkominn dagur. Það er fullkominn dagur. Hvernig er þinn dagur búin að vera? Ég var að koma prófið og gekk ekki nógu vel, svo þetta er bara fullkominn dagur. Hvað erum við að segja? Erum við að tala um að þú sért með 50% af námsefninu á hreinu? Já, maður vonar allan að það. Já, þá tekum við þetta bara aftur. Já. Það er engin heimsendur að taka eitt próf aftur, sko? Nei, trúðu mér, ég lendi ég er samt alveg hamingisamur. Upp með húmorinn, vera bara medium rare það sem eftir þetta dags. Jú, það er að koma sumar. Já, það er rétt. Ok, takk fyrir að ringja. Við erum að peppa með líka. Það er verið að peppa inn í leiðinni. 4-3 fyrir Hjöppanum, hvort lagi fannst ég svona þunglindar eða betra? Bæði leiðin eru náttúrulega mjög góð, en Radiohead-lagi er náttúrulega miklu betra. Já, hann að þekki ég þig. 4-4, það er komið úrslit atkvæði. Er þetta eitthvað sem þú setur á eða þú ert niður fyrir? Ekkert niður fyrir eða hvernig það er, maður setur þetta alveg á. Já, ekki það, ég hlusta líka alveg á þetta þegar ég er hress. Ég er ekkert alltaf brjálæður í kúpnum að keyra niður. Mér finnst nefnilega oft gaman að þú veist, þegar það er létt í mannum og kannski eitthvað smá í glasinu, að hafa eitthvað svona þægilega tónlist á. Já, bara svona undir. Það þarf ekki alltaf að vera eitthvað trans. Hann rosaði báðum lögum, takk hérlega fyrir ringja. Ok, það er 4-4. Ég verð að vinna, ég elska að vinna. Anna, nú spyr ég hvort lagið var betra og hver vinnur flottulega keppnin í dag? Æ, afsakið Pálvi, ég er að reyna að hætta. Hvað segir þú, hvaðan á landinu hringir þessi mestari? Húsavík. Húsavík, herðu, þú fékkst öll atkvæðin úr heimabænið. Herru, hvernig ertu? Hvernig ertu? Ég er hér. Ekki léttur, ljúfur og? Ég kann þetta ekki. Hann fattar ekkert hvað það tala. En hvernig er veðrið á Húsavík? Það er glæsilegt. Er það glæsilegt? Það er sól og ég er að vera sund. Nú, ertu í einhverju standi til að vera sund? Þetta er búin að rífa þér all jólaspikið? Já. Nei, hann er ungur og í toppstandi, maður þurfti ekki að ágjöra þessu. Varu til að segja fyrir mig bolti? Varu til að segja fyrir mig bolti? Nei,
Hvernig segið þið aftur bolti hérna fyrir norðan? Bolti. Ok, það var einhvern tíðan bolti. Bolti. Takk hjálpa fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Ok, 5-4 fyrir höfbónum. Hann Bjarri dýmaði sig hér í flottilega keppninni. Er þessi norðlenskirinn, er hann eitthvað að deyja? Hann var alltaf langharðastur á Húsavík. Já, hann er að minka, held ég. En svo er það svona gæja sem reyna ofta að rembast við að halda í þetta svona. Já. Bolti, ég er þetta að varða bolti. Bolti. Til hamingju með sigurinn, Hjörvar. Þú kannt að velja þunglind lög, greinlega. Það er komið á auglýsingum, svo er það dósasöfnun FM 95 Blö og Kitty Mac. FM 957 og Pepsi Max á Beyoncé tónleikum í sumar. Kemur þú með? Við ætlum að gefa heppnum hlustanda draumaferð á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn 27. maí næstkomandi. Ef þú ert eiga möguleika að koma með, þá postar þú mynd af þér með Beyoncé á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Aðtugið, við munum velja úr þeim myndum sem fá 50 like eða fleiri. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. Viking léttöl kynnir hljómsveitirnar Kiriyama Family og Sumarleikur Pepsi Max. Leynist vinningur í þinni flösku. Pepsi Max gefur draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt yfir 10.000 öðrum aukavinningum. Kannaðu málið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Gerðu þrennt í einu. Sæktu orkulykil, skráðu því í afsláttarþrep orkunar, veldu þína stöð og þá færðu alltaf 10 króna fastan afslátt hjá orkunni. Orkan, afsláttur alveg vinstri hægri. Upp úr sófanum á næsta sölustæði að bara takla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 220 milljónir í risapottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina. 1x2, við tippum. Stærsta börnhelgi ársins á Hressó. Tilboð á Steiner Bomb og heimsmetsett í Steiner Express á laugardagskvöldið klukkan 1. DJ Solid spila svo fram eftir nóttu. Hressó og börn. Kveikir í þér. Í dag getur þú keypt sumarkort Sporthúsins á aðeins 12.990 krónur á sporthúsið.is. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Þær eru ilmandi og evróskar milljónirnar í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin FM 957. Hjörvar Hafliðason tilkynnti með þegar hann mætti hér í dag að hann ætlaði að safna fyrir einhverju óvæntu og einhvað sem hann ætlaði að koma mér og strákunum í FM 95 Blö á óvart með. Það er að segja okkur öllum 5 sem að erum að vinna hér í FM 95 Blö og ætlaði að fara að safna fyrir okkur. Ég verð ekki alveg með þetta á hreinu en ég ætlaði að ringja hérna í Hjörvar. Hann á nú að vera komin á stjá. Já, hérna er númerið hans, við skulum, hann er úti í snjókominni. Tjekka hans hérna á honum, já. Blessaður. Hjörvar Hafliðason, hvað segirðu? Nú ertu komin á stjá og þú ert að safna eða ekki? Já, ég er að safna dósum hérna í hlíðunum og gengur líka svona býstna vel. Ok, þú ert að safna dósum, af hverju ert að safna dósum? Af því að ég ætla að koma ykkur strákunum í FM 95 Blö, samstagsfélagum mínum, á óvart. Og ég ætla að bjóða ykkur í Bláa lónið. Já, og það er bara söfnun í gangi? Já, ég ætla að reyna að safna fyrir því. Hvað þarftu, marga dósir, hver er kostnaðurinn? Herri, það kostar 6.200 lónið, eðlilega. 6.200 á mannin? Já, þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er það flott, sko. Já, þetta er náttúruperla. Og hérna, já, þá er þetta svona, bara einn er þá rúmlega 30 skall. Já, við erum 5. Já, svo ætla ég að gefa ykkur öllum bjór, það er 1000 kallar mann. Það er ekkert annað á að splæsi bjór líka, maður. Ég ætla hérna að gera þetta svolítið vel og hérna, svo ætla ég að borga bensíni og allan pakkan, þannig að ég gerir áferði að svona með öllum að kosta mig 50 skall. Já, ok, hvernig gengur dósasöfnunin? Hún gengur svona upp og ofan, menn eru svona ekkert allir tilbúin að taka þátt í þessu. Nei, hvað ertu með margar, þú ert antalega með ruslapoka með þér, hvað eru konar margar í hann? Ég kom með svona 10, halló. 10 dósir? Já, góðan daginn, herri, ég er að safna dósum fyrir FM 95 Blö, getur þú hjálpað? Við erum bara nýbúin að gefa sem að við áttum með það. Takk hérlega, samt. Takk. Sko, þú mátt ekki, Hjörvar,
Svo ég aðstóða aðeins, ekki segja bara F95 blöð, þá er þetta eins og setja hennar saman peningur okkur, þú voru að segja aðtöfnina. Herri, ég er hérna með mann hérna hjá mér, lesaður. Herri, ég er svona dósum fyrir FM95 blöð þáttinn. Áttu dósið það? Nei, það kom strákur hjá. Nei, hjálfurinni. Þú hvað, var? Já. Og tók hann þetta allt? Jesus Christ, maður. Hvaða bjöll ert þú með? Ég næði fyrir. Björn ringi ekki hana. Af því að ég ætla að ringi hérna í efstu. Er nýbúið að vera að safna dósum að það hérna? Nýbúið að vera að safna einhverju valsmenn að safna dósum. Það er þetta toppfélag. Þetta maður sjá, það er ekki til að svara mér á einu stöðunum. Ég ætla að lappa í næstu blokkuðum. Ekki hika við það. En mundu líka segja frá því og sért að fara í lónið? Mér er bara teikt strax inn. Ok. Það er gott. Það er gott, þú eru opinn. Það er mjög gott, ég kom inn núna hérna, sko. Það er að ég horft í augun á fólki þegar ég er að selja það, sko. Þú ert líka með það fallu augu, það mun hjálpa þér. Hérna er það. Góðan daginn. Lesaður. Ég er að safna dósum fyrir bláa lónsferð í FM95 blöð. Ég nokkar? Dósum? Já. Ég var bara að... Nei. Ég kom með 4. Það var þetta einu í hús. Á hún eina? Hún á eina. Ok, það er tíkalt, 12 krónur eða eitthvað. Já, við erum bara að henda okkur í blá lóni á til strákarnir og... Það er þetta. Það var bara... Glæs. Ég misti síman, hann var út allt. Já, ok, en þú fekkst dós? Ég fekk dós og hérna, svo fann ég eina hérna úti. Ok. Það voru 2 hérna aukarlega. Glæsilegt, en hvað, hérna, hún átti ekkert meira konan? Nei, hún átti eina. Hún átti eina, já. Ég er að flytja. Þetta er næstu blokk. En þú ert ekkert að sjá mikið að dósum að það fyrir utan og svona? Nei, ég er að leita á stæðina fyrir utan. Það var svona aðaldæmið mitt. Ég ætla reyndar að reyna að fara þarna á Pepsi-leikina helgina. Já. Og reyna að vera þarna kannski, meðan aðrir að horfa á leikina allir. Sælablessu, ég er að safna dósum fyrir hérna bláa lónsferð FM95 blöð. Má ekki bjóða þér að gefa í söfnununa? Við erum bara ekki meðin þetta dósir. Þetta grínast, já? Ég er ekki grínast. En cash? En eitthvað bara, getur þú styrkt þetta beint eða eitthvað? Sorry, við erum bara ekki með neitt. Jesus, maður. Ok, bye. Jæja. Hún var bara að hlæja þessi. Hún var að fyndi. Jesus, maður, gengur ekki smá illa, maður. Já, nei, ekki gefast upp. Þetta ég vil ekki heyra, ekki svona. Kannski er ég bara lélugur í þessu? Nei, þú ert að koma þvílegt vel fram og fram við fólk og þú ert ekki að skammast þín fyrir þetta, sko. Ég þarf kannski að vera aggressívari. Heldur það? Í miðju beði er ég hérna bara Fanta sem er ábúin að búa að liggja hérna sko síðan einhvern veginn í vetur. Glæsilegt, takk hana. Já, ég er að segja, ég var að taka hana, það er hérna 11. Það er við að kona lappa hérna úti. Ég skal sjá hvort það gerir ekki eitthvað fyrir okkur. Góðan daginn. Við erum að... Nei, við erum að safna fyrir hérna bláa lónsferð FM95 blöð. FM95 blöð, það er útastáttur. Við erum 5 í þættinum og það kostar 6.200 kall fyrir mann í bláa lónið. Við ætlum að hérna safna pening fyrir, safna dósum. Þið ætlum að safna dósum? Já, 80 dósir. Þetta er, með öllu er þetta einhver tæpur 50 skall. Ég veit það, þess vegna erum við að safna. Þannig að mér sýnist ég vera komin í góð máli hérna. Já. Það taka allan að vel á mótið mig. Heyrðu. Þetta er svona 20 dósir að þetta er njús. Vel gert. Heyrðu. Þetta í útvarpinu. Já, við erum að safna í útvarpinu. Glæsilegt. Já, skila kveðju. Ég veit þetta ekki til hvers. Skila til hvers? Ég bara skil til... Hvað heitir þú? Daði hérna úr liðunum. Daði úr liðunum, já, skilum kveðju. Það er maður bak við þetta. Glæsilegt. Takk fyrir, herðu, við erum bara hérna. 30 dósir? Þetta er bara 30 dósir. Æðislegt. Og það, þú veist, snildin þetta eru allt svona litla dósir Viking. Já. Og hérna... Blöyt fjölskylda. Hérna mikið á stóru dósinu. Ok, við tökum náum svona mörgum dósum á dagar núna fram á svona 15. júni. Já. Þá er þetta komið. Við erum með shitload af dósum. Já, gott að bara upp í hús núna. Við erum 30 dósir, þetta er frábæð byrjun. Takk fyrir. Ok. Já, þetta var Hjörvar Hafliðarsson, hann er búinn að safna 30 dósum fyrir bláa lónsferð FM95 blöð. Sveimi þá, ég er bara orðin bjartsýnn að við séum á leiðinni í lóni. Coldplay og Rihanna.
með Princess of China. Hjörvar komin afturninga inn eftir dósasöfnum. Þetta gekk bara ágætlega þér? Já, þetta gekk ágætlega, en hérna... Var kalt? Það var pínu kalt og ég var reyndar að fatta það að við erum 6. Við erum 6, já. Það er að safna fyrir fleirum. Já, þú varst að fara upp í 55 skall. Reyndar hef ég verið að auglýsa þetta og hérna... það var verið að ringi mig hérna frá Fjarðþjónunni HF. Þeir ætla að gefa 40 dósir. Ok, frábært. Það er einmitt maður sem við þekkjum, hann er væntanlega á leiðinni í ferðina. Hann á nú eitthvað að dósum. Já, hann ætla að gefa 40 dósir. Frábært, gaman að heyra. Þannig að hérna, það er fólk tilbúið að hjálpa. Já. Að þetta er gríðalegu kostnaður ef ég ætla að bjóða ykkur 6, mér og svo 5 öðrum. Það verður frábært að þú nærðir svo bara á dósasöfnum. Já, ég var svona að reyna að fara ekki í minn eigin sjóð. Nei. Af því þeir eru mjög grunnir. Já, ég skilji. Lítið til núna. En það er að byrja núna helgina Pepsi-deildin, Hjörvar. Já. Þú ert væntanlega spenntur fyrir því. Ég er gríðarlega spenntur fyrir því og við á Stöðvar Sport, við ætlum að byrja að hitta upp á morgun. Það er uppbytun á morgun? Já. Á föstudegi? Föstudagskvöldi, klukkan 8. Og við förum yfir öll 12 liðin þar. Já. Og kynum spá okkar fyrir sumarið. Ok. Og það er svona, já, það verður mjög skemmtilegt, mikið í þetta lagt. Hvernig byrjar? Það byrjar á slæginu klukkan 8 annað kvöld. 8? Já. Stöðvar Sport? Stöðvar Sport og það eru 4 leikir á sunnudag og 2 leikir á mánudag. Og það byrjar, fyrsta beinútsendingin er klukkan 5 á sunnudag, Víkingur Ólafsvík fram. Já, ég er endur eftir að horfa á þann leik. Gaman að sjá Víking mætta hann í deildinu og Ólafsvík. Já, þetta er viss Gunni Samloka, hann á pottet eftir að horfa á það. Já, hann er væntanlega stattur í Ólafsvík, hann er náttúrulega frá Ólafsvík. Það er samt fyrsta beinútsendingin og svo strax á mánudag er KR Stjarnan. Já, það er stórleikur. Já, svo Pepsi-mörkin þar strax á... Verður Pepsi-deildin, heldur hún verið skemmtilega þetta árið? Hún verið mjög skemmtilega þetta árið, hún verið meira spennandi en við verið fyrir. Það er þessi sammála, held í flestur sammála það geta 4 lið orðið Íslandsmeistari í ár. Sem er hvað, KR, Stjarnan? KR, FH, Breiðablik og Stjarnan. Já, þessi 4. Það er þessi 4. Okay. Gætu Valsmenn blanda sér í þetta og Fylkir eru mjög vel mannaðir, það var 1 miklu í leikmennin. Hvað er með TG? TG 9, þannig að það eru með ágætislið. Brynjabjörn, hann er náttúrulega komin aftur í KR. Hann er komin aftur í KR, já. Já, hann er eftir að styrkja það eitthvað. Það styrkir álega, en þú veist, það er ekkit... En vinnu minn King David James, hann ekki séns á titlið? David James, sem er einmitt í skemmtilegu viðtal við Monitor í dag. Mjög gott viðtal hjá krokkunum við Monitor. Það er ekki oft sem að... Það var svona eitt af skiptin sem að maður reyfi upp blaðið og fór að skoða það, sko. Eitt af þessum skiptin? Ég les alltaf Monitor. Já, ég les það bara, mér finnst þetta svona verulega forvitnilegt og hérna... Ég meðan að las í, sko, síðasta 5. voruð með Styr, hérna leikarinn úr, Falsku fugl. Já. Og mér finnst... Hvað heitir hann til? Styr. Styr? Já. Styr, frekar Styr. Og mér finnst það til dæmis mjög skemmtilegt viðtal þó svo ég vissi ekki hver það var. En það er spilarinni, hann stendur sér frábæli í myndinni. Ég er búin að sjá myndina. Hún er fín. Hann er stórkastlur í henni. Ok. Rósónum hérna. Já. Hann er frábæli leikari. Allána, þá hérna, já, maður veit ekkert með IBF. IBF verður með hérna, væntalega fá þér fleiri leikmenn núna, rétt fyrir mót. Já, ég verður til að sjá fleiri svona einhverja, já, veist... Eitthvað David James dæmi? Já. Þú verður til að sjá Sol Campbell hérna og Kanu og eitthvað þannig? Já, bara fá alla félagana. Já, það verður... Svona einhverja Portsmouth Burnout. Já, það verður skemmt. Það verður samt svona ósangjant hvað David James að kalla Burnout. Þannig að það eru 3 ár síðan að kepta á heimsmeistarmóti. Já, veist, ok, kannski ljótt orð burnout. Ég meinti svona menn sem ekki lengur í efstu deild í Englandi, hafa spilaðar. Algjörlega, en svo náttúrulega landsbyðin óvinni vel mönnuð í ár, sem gaman fyrir þig. Já. Svona lúða eins og þig. Ég náttúrulega held með Val. King Maggi Gylfa komin á Hlíðarenda. Já, hann mættur á Hlíðarenda og byggir Taka Fúsa með honum. Já, hann hefur ekkert verið að nota Taka Fúsa. Hann er sparan. Já, það er vonandi að segja sparan. Það er svo Maggi Gylfa hafi ekki miklu að trúa honum. Nú, þá þarf ég að vera að tala við Magga Gylfa. Já, ég myndi hendi eitt símtal á Magga Gylfa. Svo eru fullt af skemmtilegum karakterum í Pepsi-deildinni. Við erum með Fram, við erum með Þorvald Örlygsson. Já, það eru skemmtilegustu viðtöl sem ég sé. Ég býð eftir, sko, ljótt að segja fyrir þá framara sem er að hlusta, maður vill ekkert að framara tapa endilega. En eina svona, það er alltaf smá konfektmóli fyrir okkur hérna hlutlausu þegar Fram tapar að heyra viðtal við Þorvald Örlygsson. Já, hann er alltaf léttulegur og kátur. Ég myndi ekki þóra að taka viðtalið hann. Það voru oft hann í íþróttafréttamannastafurinn að menn þorði ekki að tala við Willum. Nei, ok. Það voru menn alveg vel hrættir oft við það, sko. Hann bara átt menn sem tók viðtalið. Ég myndi gefa handleik fyrir það reyndar að setja á mig eitthvað svona grímu og fá að taka viðtal við Þorvald Örlygs í tekin. Það væri skemmtilegt eftir gott tap. Þetta er sem sagt langvinnsalasta deildakeppni á Íslandi með körfuboltanum og handboltanum. Pepsi-deildin á sér enga sinn líkan í íslenskum íþróttum og hérna
Þetta byrja sem sagt á sunnudag. Helgina. Já, og þáttur annað kvöld, hvet alla til að tjekka því. Við viljum hér í Örstuð skilaból og svo verður, kannski Kitty Mag hérna á línunni. Tjekkum á þessu. Við erum komin í síman þinn. Notaðu nýja útvarpið til að hlusta á FM 957, Bylgjuna eða X977 og 5 aðrar útvarpsstöðar í beinni í símanum þínum. Eða á upptökur af uppáhaldsþættinum þínum. Farðu í App Store fyrir iPhone eða Google Play fyrir Android og sláðu inn FM 957. Sæktu appið og við erum komin í síman þinn. Allar upplýsingar á vísir.is/útvarp. Lærðu 3 greinar í einu námi. HHS-nám við Háskólann á Bifröst sameinar heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Innihaldsríkt grunnnám sem bæði kennt í fjarnámi og staðnámi. Innritun stendur yfir. HHS á Bifröst. Viking Léttöl kynnir hljómsveitirnar Kiriyama Family og Vök með tónleika á Hressó annað kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 22:15. Frítt inn. Volkswagen Bjalla Das Auto á einfaldan miða á 1300 krónur. 5 milljónir í skottinu á tvöfaldan miða á 2600 krónur. Nú, eða 10 milljónir í penningum. Eftir hverju þetta bíða? Kauptu miða. Sumarkort Sporthúsins á tilboð í dag. Sporthúsið, heilsurækt fyrir alla. Lærðu 3 greinar í einu námi. HHS-nám við Háskólann á Bifröst sameinar heimspeki, hagfræði og stjórnmálafræði. Innihaldsríkt grunnnám sem bæði kennt í fjarnámi og staðnámi. Innritun stendur yfir. HHS á Bifröst. Hvernig leggst helgin í ykkur? Ekki gleyma að spila með í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Rauti Blö og Hjöppi K í FM 95 Blö. Hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Blöndal og Hjörvar Hafliðason með ykkur til 6 í dag. En áður við förum hér í næsta dagsklið þá ég að spæja að opna eins fyrir síman. Ég sé að hér rauðglóa allar línur og það sérstaklega eitt númer hérna sem að mér sýnist að það búið að ringja bara sem 4 í dag. Ég ætla að prófa að opna eins fyrir síman. FM, góðan daginn. Já, veitir? Já. Sæl og blessaður, vinkonan hérna á Kitty Mag. Nei, Kitty, sæl og blessuð. Sæl og blessaður, takk hérlega fyrir frábæðan þátt. Já, þakka þér fyrir að hlusta. Það er óbúslega gaman að hlusta á það, þegar við erum svo hrifin að vera ég og dóttinni. Já, þakka þér fyrir það, gaman að heyra. Þetta var frábær og kannski mannstættur, áreitaði plakkaðan dag. Já, fengu áreitað plakkat, alveg rétt. Gaman að því. Og rosalega þakklátt fyrir það. Já, gaman að heyra. heyra. Það er eitt sem ég verið að setja út á þáttuðinu minn. Hvað er það? Það er alltaf mikið tippa til á. Já, ég alveg sammála. Það er rosalega gaman að fá fleiri konur að þinn. Ég alveg sammálað því. Og fá svona sterk ókanna konur sem að lifa kynlífi og geta þá að vera órættir að tala það. Já, við þurfum svo sem ekkert að ræða kynlíf hérna í þættinum, en ég alveg sammálað því. Nei, það er sem ekki tabú að konur stundi kynlíf. Nei, það er ekki tabú. Mér finnst það voðalega sérstakt að það sé eitthvað launungamál. Þetta er alveg jafnt fyrir okkur eins og fyrir ykkur. Að sjálfsögðu, það eru við ekkert... Þið dónakjaftarnir, þið elskið að tala þið eru rosa töff að vera svoandi á hinum og þessum út í bæinn. En svo að leið og konu opna munni, þá er hún bara stimpluð. Nei, við erum ekkert að ræða kynlíf bara í þessum þætti, punktur. Þið viljum alltaf vita því að konu sé að flúa sér, þá er það allir orðið eitthvað tabú. Nei, það er ekki tabú, þetta er bara eitthvað sem við sleppum að ræða hérna milli 4 og 6. Ég get fyrir að samt að segja frá skemmtilegri sögu. Nei, slepptu því. Það sem ég hef enga trú á íslenskum karlmönnum. Nei, það hefur komið fram hér. Ég reyndar kynntist manni núna daginn sem fekk mér nú til að hafa smá trú á íslenskum karlmönnum. Það var svo að dóttir mín var að fá vini sín yfir í partí. Ég lokkaði einn af strákunum minn í herbergið til mín. Nei, Kitty... Þetta var ungur strákur, hann er svona 20-21 árs. Já, frábært hér. Ég get sagt þér það um Blöndal og mér finnst svo ánægilegt að segja fólki frá því að nú komið kynslóð af karlmönnum sem kann á okkur. Já, gaman að heyra. Hérna var eitthvað sérstakt. Það var bara, mér finnst bara gaman að upplifa þetta að stundum upp með ungu manni og
upplifa þessar tilfinningar. Glæsilegt, það gaman að þú skulle vera skemmtar í partíum með dóttirinni. Það er ótrúið því hvað kerfi þú ferð alltaf að lega konur tjá þessi mál. Ég fer ekkert í kerfi. Þetta alltaf að vera, þið eru alltaf voða miklu toffara, þú og Pétur og Sveppi og þessi strákar þegar þið eru að tala eitthvað kynlíf en konur, nei, við erum ekki að fá að ræða þessi mál. Nei, það er alls ekki þannig, við erum ekkert að ræða kynlíf hérna. Jú, ég margótt fyrst ykkur að ræða kynlíf. Nei. Og svo leið og ég hringi inn, þá er alltaf reynd að skella á mig. Nei, en ertu ekki þess að spara Ég hef alltaf sagt að hérna, það er einn svona frægur brandar eftir mig sem er það sem ég segi að íslenskir að kallmaður sem kunna fullnægja konur sé eins og risaðla. Já, ekki. Og það sé ekki til. Akkurat, þetta skemmtilegt. Ég var svona opbúslega heppin að hitta hann á strák. Já, gaman að Hann gerði einmitt það sem að mér finnst svo grátt að hann fór að tala dónalega um mig. Já, frábært. Og það finnst mér alveg frábært. Það er gaman að því. Hérna... Heyrðu, en annars ætla ég nú að, svona, maður er fann að kvíða sumrinu. Kvíða því? Já, nú er allir körfuboltastrákarnir það með þeim. Já, akkurat, hérna... Körfuboltinn búinn, en langaður ofsalega að spyrja hann að strákinn sem er með þér oft þessi freknótti þarna. Sem er alltaf í fótboltanum. Hjörvar? Já. Hann er þarna alltaf á fullu boltanum, eða ekki? Jú. Já, hérna, það er hann varandi komið David James til landsins. Já. Er hann að spila hérna á höfuðborgarsvæðinu helgina? Veistu það? Hjörvar, Ég er óbærslega spennt fyrir þessu manni. Ég finnst hann óbærslega heillandi. Já, herðu, Ég las viðtalveðin í Monitor og þetta er svona maður sem ég var tilbúin að kynast aðeins betur. Glæsilegt, þú kikið bara á leikinn, Kitty. Hérna... Já, ég ætla að segja, getur þú spurt hann á fótboltastrákum hvort að hvort hann sé að spila hérna helgina og geti ég kannski reynt að bara fá með kaffibólla með hann á Kaffi Milano. Já, það er bara, við erum ekkert hérna í því, við byrjum að heilsa. Það Hermann ekki vinnir þarna þjálfarnir, getur þú kannski hendi með númurinn í honum og... Nei. Þannig ég geti bjallað á hann. Það er gaman að þessu, Kitty, við verðum í bandi, gaman að heyri þér. Herri, já, hérna, takk fyrir frábæran þáttuðin og hérna, þú heldur bara áfram að gera rosalega flotta hluti og dóttir mín biður að heilsa þér. Já, það eru rosalega flotta sögur sem fara þér hjá konunum. Herru, frábært. Þú er greið alveg maður. Ég heilsa þér. Bless. Herru, takk fyrir þetta frábæran þátt. Já, takk, bye. Herru, já, þetta var Kitty Max. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft. Who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey. Ekki smoke weed every day. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðarsson búin að vera með ykkur síðan 4 í dag. Við hefum aðeins eftir að heyra lagið á leiðinni heim. Sem kemur hér eftir örskapastund. Enda erum við á leiðinni heim, strákanir. Já, við erum á leiðinni heim og það sem við tveir gerum ekki á leiðinni heim. Við erum ekki að fikta í símanum meðan við keyrum. Nei, það er eitthvað sem við erum að berjast fyrir hér í FM 95 Blöð að stoppa að fólk sé að ég sá mér þessi einn daginn vera að fikta í símanum. Sástu einn daginn? Ef þú ert í svona á bílastæði og svona, það er enginn að horfa á göttuna, það er allir í símanum. Þetta er stórhættulegt. Það er sorglegt að segja það, en það eru bara svona í sumar þá mun einhver slasast mjög alvarlega, jafnvel deyja út af þessu. Það eru allir að skoða Instagram, Facebook eða eitthvað. Og við byggjum fólk að hætta þeim. Við erum alltaf að hætti því sjálfur hér félagarnir. Ég held að vera sterkt að vera með svona app sem að hérna væri ekki hægt að skoða... Í bíl. Já, eitthvað. Það er að setja eitthvað svona að nú getur ekki... Já, ok, þá er náttúrulega að þú ert að keyra eða þú ert ekki að keyra, þá máttu náttúrulega kíkja í símaðingar. Ok, það er hérna... En þú veist hvert ég er að fara? Já, ég er að veit svona eitthvað öryggistæmi. Þessi frasi í Bandaríkjunum killing while texting. Það er búið að drepa svo marga með að vera að leika sér í... Senda SMS sko. Eitthvað að reyna að búið... Ekki að þetta skarra, þú ert að skipta prófælmynd á Facebookinu þú ert að keyra sko. Já, eða tjekka á hver er búin að læka þetta. Já, læka Instagram. Hver er að læka þetta? Keyrði ég á krakkan. Ekki láta lækinn drepa. Eitthvað svona. Settu like á lífið. Já, settu like á lífið. Það er ágætið slagur fyrir þessa herferð sem við Hjörvar ætlum að reyna að fara með. Já, að fara á stað með. Allavega hér í þættinum FM 95 Blöð. Hjörbi, búið að vera sannur heiður að vera með þér hér í dag. Nei. Sannur heiður að vera með þér. Nei, heiðurum var allir minn. Fyrir mig er það heiður að vera með þér, sko. Mér finnst meira áttur að vera með þér í dag. Þú er búin að vera 12 ári í bransanum. Fyrir mig að vera þetta með þér, það er bara rugg. Ég er bara að klípa mig hérna, sko. Ég er bara að tjekka, er ég þetta? Já, ég er í þetta. Ég minni á þáttinn á morgun, þá eru 2 harðir. 12 ári í bransanum, sko. 12 ári í bransanum, það er rétt hér, útrúlega með viðrast. En þá var það 2 harðir hér, Egill Einarsson og Auðun Blöndal. Já, 2 harðir, það sem að fólk hann úti kallar okkur. Ég kalla okkur náttúrulega bara Auða og Gilsa. Já, náttúrulega. Þetta kemur frá okkur með allt öðrum.
Ekki missa því, klukkan 4 á morgun og takk ég vel á mútið Rikka G, hann er rétt ómættur, en eins og ég sagði aðan, þá ætlum við að enda þetta á laginu á leiðinni heim og þetta lag, hafa minnst á þetta lag áðan í flottulagkeppninni hjá okkur, ég hugsaði með mér, herða okkur, höfum við þetta ekki bara lagi á leiðinni heim? Þetta er eitt gamalt og gott með No Doubt. Kvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin Audio Nation kemur fram. Það er frítt inn í boði Túborg. Stór bjór á 450 og skot á 450. Túborg og Bar 11 fyrir fólki í landinu. Hefur þú prófað léttu línuna á Wilsons? Þar sem pizzurnar eru unnar og hágæða heilkortna hráefni eru trefjaríkar og innihalda engan hvítar sykur. Wilsons pizza sími 581 1515. Viking Léttöl kynnir hljómsveitirnar Kiriyama Family og Vök með tónleika á Hressó annað kvöld. Tónleikarnir hefjast klukkan 22:15. Frítt inn. Óskaplega er það eitthvað dásamlega milljónirnar í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin.